Morgunverðarfundir Advania. Þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða. Sæl, ég heiti Þórður Snær Júlíusson, er ritstjóri Kjarnans, vefritsins Kjarnans. Ég viðurkenni að það er fúslega, það er dálítið skrítið að standa í upplýsingatækni fyrirtæki og ætla að fara að tala í ákvæða hliðarnar á gagnalekum. En svona, ég ætla að reyna að selja ykkur kannski eitthvað aðeins annað sjónarhorn á þetta en þið eru vön að fást við í svona fyrirtækjum á hverjum degi. Frá sjónarhorni blaðamennsku þá nálgust við gagnalekana frá við þurfum að nálgast frá ýmsum áttum. Í fyrsta lagi kannski þurfum við að spyrja okkur spurningarnar það hvort að gagnalekarnir eða gögnin sem við erum að fá í höndurnar sem eru tekin ófrjálsi hendi eða eru fengin eftir óhefðbundnum leiðum hvort þau skipti máli. Og þá kannski kemur að spurningunum skipta gagnalekar einhvern tímann máli og stuttasvarið því já, margir eru að skipta miklu máli. Auðvitað ekki allir, það fer algjörlega eftir eðli þeirra. Í mörgum þessu gagnaleka eru upplýsingar sem geta átt mjög brýnt erindi við almenning og geta útskýrt samfélagið á annan hátt en það einhvern veginn blasir við fólki hverju sinni. Sú upplýsinga og tæknibylting sem við erum að upplifa samhliða internetinu, snjallsímavæðingu, samfélagsmiðla, vextinum og svo framvegis hefur breytt öllu gagnvart bæði fjölmiðlun og það hvernig fólk nálgast upplýsingar. Hliðverðirnir sem voru til staðar sem stýrðu flæði upplýsinga frá þeir sem höfðu upplýsingarnar til þeirra sem áttu að fá þær, það er að segja almennings. Þeir eru horfnir, þeir eru ekki til staðar lengur. Núna er fólk sjálft bara hliðverðirnir. Og þetta hefur líka svona breytt í hvernig þú verður að meðhöndla svona gagnaleka. Þetta er ekki lengur þannig að það kemur maður í rekfrakka með brúnt umslag og bankar á höfðun og hleypur í burtu. Þetta eru stafræn gögn, gríðarlegt magn af stafrænum gögnum og alls konar oft upplýsingar í gögnunum sem eiga ekki erindi við almenning og mjög mikilvægt að passa að leggja ekki út. Ég kem aðeins betur að því síðan. En í stuttumáli þá geta náttúrulega gagnalekar breytt heiminum og það eru mörg dæmi það sem við getum sagt að séu jákvæðir lekar. Ef við horfum hérna inn á við og tökum bara dæmi úr svona samtímanu eða síðustu árum, þá má til dæmis nefna hérna á Íslandi sumarið 2009 þegar Wikileaks lag lánabók Kaupþings. Þá opnaðist sýn margra inn í það hvernig íslenska bankakerfið var rekið. Þetta var áður en að rannsóknarskýrsla Alþingis kom út og afleiðingin raunverulega af þessum gagnaleka var mikil upplýsing almennings, mikil þrýstingur og breyting á regluverki sem leiddi til breytingar á regluverki og eftirliti með fjármálastofnunum. Þannig að lekinn sannarlega skipti máli og hafði samfélagsleg áhrif. Annað dæmi er skýrsla starfsemi Sparisjóðs í Keflavík sem við birtum á Kjarnanum á sínum tíma sem við fengum stafrænt eftir óhefðbundnum leiðum og opinberaði hvernig sú starfsemi hafði verið. Sparisjóðurinn í Keflavík svona til upprifjunar kostaði skattgreiðendur 26 milljarða, fullt af fólki sem átti stofnfé og nú tapaði ævisparnaðinu sínum og hann skildi Sparisjóðurinn eftir að hafa verið hjartað á Suðurnesjum í áratugi, skildi það svæði eftir í mjög vondu standi. Það var eins og að rífa hjartað úr hagkerfislíkamanum og í þessari skýrslu voru upplýsingar það hvernig starfshættirnir voru og núna er meðal annars komnar ákærur á starfsmenn sem unnu þarna inni. Ég nefndi þetta dæmi vegna þess að þarna við þessa birtingu reyndi líka dálítið á hvernig íslenskar eftirlitsstofnanir taka á gagnalekum. Fjármálaeftirlitið sendi okkur það sem má kalla kannski hótun það að við þurftum að fjarlægja þessa gagnabyltingu vegna þess að hún var í brot á bankaleynd og við og lögfræðingar okkar höfnuðum því og vísuðum í ríka almannahagsmuni af því að birta gögnin og fjármálaeftirlitið ákvað síðar að falla frá málinu og þar með komið fordæmi fyrir því hvernig þeir hafa tekið á svona málum, sérstaklega sem var að fallin fjármálafyrirtæki. Hluti þeirra starfsmanna sem voru í skýrslunni kvörtuðu til persónuverndar yfir birtingu gagnanna og persónuvernd vísaði málinu frá. Þannig að þarna eru tvær af þessum eftirlitsstofnunum sem við höfum hérna í samfélaginu sem eiga að passa upp á meðal annars persónuupplýsingar og persónugreinlegar upplýsingar sem tóku afstöðu í þessu máli.
Þriðja dæmi sem ég ætla að nefna TISA-viðræðurnar sem eru alþjóðlega viðræður auki frelsi í þjónustuviðskiptum og sem enginn hafi heyrt miðla held ég getið fullyrt á Íslandi þegar Wikileaks í samstarfi við okkur og fleiri miðla út allan heim lag upplýsingum sem voru kyrfilega merkt trúnaðarmála beiðni Bandaríkjanna þessar viðræður og þetta eru náttúrulega aukið frelsi í þjónustuviðskiptum snertir alla, ef við erum að tala aukið frelsi í þjónustuviðskiptum eins og menntamálum, heilbrigðismálum, bankamálum og svo framvegis. Þessi samningur mun hafa gríðarlega áhrif á alla sem hann nær yfir, sem eru við og íbúar í mörgum tugum annarra landa, vestræna landa. Þessi gagnabirting og gagnaleki hafði mikil áhrif. TISA-viðræðurnar sem hefðu verið á höndum örfára einstaklinga innan utanríkisráðuneytisins voru teknar til umræðu á Alþingi, ítrekað og í nefndum Alþingis. Utanríkisráðuneytið breytti algjörlega upplýsingagjöf sinni þátttöku Íslands í viðræðunum, birtir nú alla viðauka sem Ísland leggur fram og öll gögn sem þeir fá sem eru ekki nefnd trúnaðarmál eru birt á sérstaklega undirsíðu hjá ráðuneytinu. Þannig að það má segja að gagnaleikinn hafði þá jákvæðar afleiðingar gagnvart almenningi sem núna hefur betri upplýsingar og það sem þarna að segja stað en hann hafði áður. HSBC-lekinn sem Alþjóðasamtök rannsóknarblaðamannska ESJ tóku þátt í að birta fyrir nokkrum árum síðan, eða 1-2 árum síðan, annar leki sem verður að segjast að hafi haft jákvæð áhrif. Hann sýndi að breski bankinn HSBC, eða svissneska útibú hans, hafði hjálpað þúsundum manna að komast hjá skattgreiðslum og fela fjármálalegar eignir og ýtti kannski bolta af stað, umræðubolta af stað það að þetta taka á þessum pittum sem skattaskjól og svona leiðir til þess að fela peningalegar eignir fyrir kröfuhöfum eða skattayfirvöldum að þetta taka á þeim og bolti sem við sjáum náttúrulega fá einhvern veginn kannski miklu meiri ferð núna með því sem kallað Panama-skjölin og ég kem aðeins betur að síðan. Þetta eru neikvæðar hliðar á öllum gagnalekum. Eins og ég myndi stuttlega náðan þá geta gögn innihaldið viðkvæmar persónuupplýsingar. Það geta stofnað fólk í beina hættu, til dæmis þessi gögn, bankagögn sem hefur verið lekið, HSBC-gögnin, margt af þessum Panama-gögnum, það til dæmis upplýsingar, gætu verið upplýsingar sem hægt að rekja til þeirra sem náðu í gögnin, eitthvað í gagnapökkunum sem gætu opinbera það hverjir þeirra voru sem lágu gögnunum. Það gætu verið upplýsingar fólk sem hefur kannski verið milliliðir í einhverju í samfélögum sem taka öðruvísi á fólki en við gerum sem orðið að falla, eins og til dæmis Rússlandi. Og ef þær upplýsingar myndu komast út þá gæti líf þess fólks bara beinlínis verið í hættu. Og það ég tók saman svona 3 dæmi neikvæða leikja. Á Íslandi getum við nefnt það sem kannski kallað Vodafone-lekan, þegar upplýsingar úr smáskilabúðum sem voru send í síðu Vodafone lágu út á netið og nýlega var dæmt í þar sem sumir þeirra sem upplýsingar þar voru fóru í mál við Vodafone út af. Það voru upplýsingar sem áttu ekkit erindi við almenning. Svona í grófum dráttum. Við sáum það tiltölulega fljótt þegar við fórum að skoða þá gagnaleika og hættum því í kjölfarið að fyrst og síðast persónuleg samskipti milli fólks að ræða. Og ef að fjölmiðlar taka það ákvörðun að gera slíka leka að umfjöllunarefni eða fréttaefni, þá það ekki út frá þeirri forsendu að það sé til þess að upplýsa almenning. Það frekar til þess að fóðra einhvers konar slúðurskemmtun eða út frá afþreyingarlegum sjónarmiðum. Ashley Madison-lekinn annar slíkur leki, það sem voru lagu upplýsingar þá sem skráðu sig á sérstaka framhjáhaldssíðu og fullt af Íslendingum og íslenskum e-mailum sem komu upp þar. Íslenski fjölmiðlar, nánast allir sem einn, tóku það ákvörðun að fjalla ekki sértækt þá Íslendinga sem voru í þessum lekaskjölum, hann fjallaði lekan en ekki sértækt Íslendingana þangað til að fjármála- og efnahagsráðherra steig sjálfur fram og útskýrði af hverju hann væri þarna. Og það þetta var ekkert svona einhvern veginn straight forward, þetta alls konar samtöl sem þú eiga sér stað þegar þú að komast að niðurstöðum það að þú ekki að fjalla svona hlut.
Skiptir þetta máli? Hefur skiptir almenningu ykkur máli að fá svona upplýsingar ráðamenn? Að þeir hafa skráð sig okkur á svona síðu? Niðurstaðan hjá okkur var nei, það skiptir raunverulega ekki máli. Sumir sögðu já, þetta er traust þeng, fólk sem er í háum stöðum þarf að njóta traust og þetta er ekki mjög traustvekjandi. En þetta var svona eins og þetta er kannski svona dálítið hjákátlegt mál í stóra samhenginu, leiki af framhjáhaldssíðu, þá var þetta samt svona prósteinn á það hvernig íslenski fjölmiðlar höndla svona gagnaleika. Og mér finnst, og já, það er alveg heilt yfir, mér fannst þeir allir sem einn standast þá freistingu að ná í 4-falda, 5-falda klikkin sín þann daginn með því að opinbera hverjir voru það þessum gögnum vegna þess að það átti ekki erindi við almenning. Þetta var persónuleg málefni. Þriðja dæmið bara stuttlega er síðan gagnalegi að gagnastuldur af nektarmyndum alls konar Hollywood stjörnum sem urðu sannarlega fréttaefni víðs vegar heim og það má segja að þeir fjölmiðlar sem ákveðu að fjalla þau gögn, þeir hafi litið aðeins öðruvísi á þetta en við gerðum með Ashley Madison gögnin. En það er rosalega mikilvægt að vanda sig þegar þú færð gögn og sérstaklega mikið magn gagna í hendurnar. Þess vegna er ég með þessu setningu nánast á hverju einustu klæru. Þetta er lykilspurning sem voru alltaf að spyrja þig: á efnið erindi við almenning og af hverju á það erindi við almenning? Það þarf að greina efnið vel, skilja það frá sem fellur undir já-hlutana af því hvort þetta erindi við almenning eða ekki og skilja hitt til hliðar. Og það þarf að setja sérstakar reglur það þegar þú ert að vinna efni. Þetta getur sérstakar reglur hvern gagnaleika fyrir sig sem tryggja að þeir sem eru til umfjöllunar njóti sannmælis í umfjöllunni, þeir fá að svara fyrir það sem fram kemur í gögnunum og það sé jafnræði og fagmennska í vinnslu gagnanna. Svo lokin kannski að fjalla þessum stærsta fréttamál samtímans sem er þessi leki á Panamaskjölunum, stærsti gagnaleki sögunar, 11,5 milljónir skjala sem er tæpt 3 terabæti og sem er lag úr tölvukerfi panamísku lögfræðistofunnar Mossack Fonseca sem sérhæfir sig í uppsetningu aflandsfélaga og þarna er alveg gríðarlegt magn af upplýsingum. Við hjá Kjarnanum einn þeirra íslensku fjölmiðla sem tekur þátt í að vinna úr þessum upplýsingum. Hérna er samstarfsaðili ICIJ sem heldur á gögnunum á Íslandi, Reykjavík Media, og við erum síðan samstarfsaðili þeirra. Við höfum skrifað undir mjög ítarlegan samstarfssamning sem felur í sér nákvæmlega hvernig við megum meðhöndla gögnin, hvernig við megum vista þau og hvað við þurfum raunverulega að hafa til grundvallar og hliðsjónar við vinnslu gagnanna. Við höfum ekki beinan aðgang að gagnagrunnum, það hafa Reykjavík Media ekki heldur, þeir geta leitað í honum en þeir geta ekki, til dæmis eins og við mikið umræðu núna, birt listan eða neitt slíkt og það eina ástæðan sem ICIJ hefur fyrir þessu er það að þarna eru upplýsingar sem getur beinlínis sett fólk í mikla hættu ef öllu saman eru bara dæmt út. Það þarf að greina þetta áður en upplýsingarnir eru birtar. Og svo má alveg spyrja sig hvort að þessi gagnaleki skipti máli. Ég held að við getum svona hort á það að á Íslandi eru 6 manns búin að segja af sér ábyrgðar trúnaðarstörfum vegna upplýsingar sem koma fram í þessu gögnum. Þannig að það er augljóst að þetta skiptir máli og það er augljóst að þeim mælingum sem eru gerðar á viðhorfi almennings til þeirra upplýsingar sem koma fram í þeim að þær skipta máli við það hvernig þau horfa á ráðamenn, hvernig þau horfa á áhrifafólk í viðskiptalífinu, hvernig þau horfa á fólk í trúnaðarstörfum eins og þeim sem stýra lífeyrissjóðakerfinu og enn fleiri sem eru í þessu. Það skiptir líka máli vegna þess að alltaf þegar svona kemur fram þá á sér stað alveg gríðarlega mikið barátta umræðuna. Það er að segja bæði praxísina að birta upplýsingarnar úr gögnunum og ekki síður það sem fram kemur í gögnunum. Svo umræða sem er eiga sér stað núna er það að það séu bara valdir aðilar sem er fjallaðum, það sé verið að hlífa öðrum, það sé af hverju allt saman sé ekki birt, af hverju er birta bara valdar upplýsingar og svo framvegis og það á sér allt rætur í því sem ég fór hérna yfir áðan. Við berum mikla ábyrgð með því að fá aðgengi af svona gögnum sem við teljum að erindi við almenning og við verðum að vanda okkur í framsetningu og meðhöndlun gagnanna.
Og ég held að svona ef við spurjum okkur þessar spurninga aftur sem ég spurði hérna áðan, hafa Panama-skjölin skipt einhverju máli, og þá held ég svarið sé algjörlega já, þegar hafa varpað ljósi á uppgjör hrunsins á Íslandi sem var óuppgerður, þegar varpað svona ljósi í skúmaskot sem hafa ekki verið upplýst áður, sem þessi aflandsangja af þessu kerfi sem var búin að byggja hérna upp í kringum fjármálastarfsemi á Íslandi, og þar sem sitja miklir fjármunir sem urðu til á Íslandi, annarkvort í gegnum lánveitingar úr íslenskum bönkum eða úr vegna framleiðni íslenskra fyrirtækja, og hefur í mörgum tilfellum verið komið aftur til Íslands eftir gengisfall og í gegnum gjaldeyrisútboð Seðlabankans með afslætti, og þetta eru upplýsingar sem sannarlega eiga mikið erindi við almenninga. Hér í landinu búi mögulega 2 þjóðir, það er önnur sem fær borgað í íslenskum krónum og lifir við uppsveiflur og niðurtúra íslenska hagkerfisins, og hin sem geymir peninga sem verða til á Íslandi annar staðar en kemur með þá inn þegar þeir geta grætt á þeim, fer með þá í burtu þegar þeir geta tapað. Að öðru leyti ætla ég bara að takka fyrir ykkur og minna alla á sem ekki hafa þegar gert að styrkja Kjarnan. Morgun verða fundir Advania, þekkingarmiðlun á heimsmælikvarða.